stödd í Vestmannaeyjum 20 árum eftir þessar stórfenglegu náttúruhamfarir sem náðu heims athygli. Heil kynslóð er vaxin úr grasi sem ekki man þessa atburði. Öðrum eru þeir í fersku minni. Við ætlum í kvöld að rifja upp þessa örlagaríku nótt og atburðina sem fylgdu í kjölfarið. Fjölmargir komu við sögu og unnu ómetanlegt verk til þess að byggð héldist hér í Vestmannaeyjum. Heimaey, 23. janúar 1973. Klukkan er rétt að verða 2 og flestir í fasta svefni. Lögreglubílar fara með sírenum bæinn. Jörðin hefur opnast og glóandi hraunsúlur teygja sig til himins rétt við bæjarmörkin. Eyjaskeggjar vefja börn sín í ábreiður, yfirgefa heimili sín í flýti og fara niður að höfn. Það er stillt í veðri en rétt við bæinn öskrar eldfjallið. Vegna óveðursdaginn áður eru allir bátar inni og greiðlega gengur að koma fólkinu í burt. Rúmlega 5.000 manns þurfa að yfirgefa eyjuna strax, langflestir fara með bátum, aðrir með flugvélum. Það var hringt í mig svona 10-12 mínútur fyrir 2 og þá var það kona bæjartæknifræðingsins og hún sagði mér að líta í austur. Það væri eldur að sjá í austur. Svo ég hugsaði mér, en þá var ég viss að væri kallað. Ég á 5 ára gamla dóttir og hún kallar í mig og biður að gefa sér mjólk og þegar ég er að koma úr eldhúsinu og blasir við mér eins og ég sé að horfa bara á stjörnuljós í hlíðum Helgafells. Og við fórum niður og þá sáum við hérna út úr austurglugga hjá okkur að það kom nistaflug upp fyrir ofan húsið þar og við heldum að veri húsabrennaðast austur á Nýjabæjarbraut. Nú þegar mér var litið út þá sá ég bjarmann hérna á austurhimninum. Og svo bara fórum við beint niður eins og aðrir niður að höfn og bátarnir voru að leggja af stað og við fórum svo til Þorlákshafnar bara. Maðurinn minn rýkur fram á rúmi og út í glugga og segir það byrja að gjósa. Og ég hendist fram úr og út í glugga og sé þetta nánast opnast. Og þá leit maður út og sá maður eldinn standa bara upp í loftið. Og ég vildi nú fara að skoða. Kona var á móti. Ég var nú eiginlega ekki beint svartsýnn á þetta svona í fyrstunni en eftir að fólki var mest allt farið hérna og þetta þá fannst mér að vera eiginlega meira svona sem að greip sig ótti. Við fórum alveg að gosinu austanverðu frá og svo hinn megin frá og skoðum þetta svo vel. Nú fljótlega eftir það þá fór ég niður á skrifstofu og kallaði út bæjarráð og héldum þarna fundunóttina. Dagarnir á eftir voru erfiðir. Í eyjunni voru aðeins nokkrir tugir manna. Vísindamenn og heimamenn sem reyndu að bjarga eigum sínum. Fréttamenn komu líka fyrsta sólarhringinn og 20 manna lögreglulið úr Reykjavík kom strax á staðinn og sjálfboðaliðarnir tóku að streyma að. Almannavarnanefnd í Reykjavík gaf út aðgangspassa fyrir þá sem máttu fara út í Heimaey en takmarkaður fjöldi mátti dveljast þar á góstímanum. 500 manns þegar mest var. Þetta er Vestmannaeyjaraddu hérna. Þessir menn stóðu í eldlínunni í eyjum, við björgun eigna og húsa og við byggingu varnargarða. Gífurleg verðmæti voru í hættu og reynt var að flytja þau upp á land með skipum og flugvélum. Flugfélag Íslands fór fjölmargar ferðir til eyja þessa daga, alltaf 6 til 7 ferðir á dag með DC-3 og Fokkervélar. Flugmenn Ískargo fóru ásamt varnarliðsmönnum ófáar ferðir á ekki minni vélum en DC-6 og Hercules þegar björgunarstarfi stóð sem hæst. Magnús Magnússon hafði þann erfiða starfa að vera bæjarstjóri í bæ sem smám saman var að hverfa undir hraun. Það var allt fólk í tekið þarna nóttina. 5.000 manns rúmlega, 5.100 manns. Það voru 5.303 íbúar þá. Og þeir komust þarna allir á 2 tímum eða svo úr höfnunni og á leið til lands. Nú síðan var ég nú á skrifstofunni, það sem eftir var nætur og daginn eftir og næstu nótt og næstu sólarhringa þá var stanslaust verið að hringja, erlendis frá mest, ofan á landi líka og verið að votta okkur samúð og lofa okkur stuðningi. Og það voru alveg ótrúlegustu menn og ótrúlegustu félagasamtök utan úr heimi, eða hvar sem var, frá Japan og Kína og Suður-Afríku alls það frá. En upp á landi urðu líka miklar breytingar. Á einni nóttu fjölgaði íbúum á meginlandinu 5.000 manns
Og einn til viðbótar því hádegi 23. janúar fæddist fyrsti Vestmannaeyingurinn eftir gos og hlaut hún nafnið Jóhanna Eldborg. Hafnarbúðir voru gerðar að miðstöð fyrir flóttafólk úr eyjum og þar fór fram ómetanlegt starf. Fjölmargir gáfu vinnu sína, matvæli, húsaskjól og annað nauðsynlegt til stuðnings eyjafólkinu og miklar fjárhæðir bárust frá frændum okkar á Norðurlöndunum. Fljótlega var viðlagasjóður settur á laggirnar. Já, starf sjóðsins hér í Vestmannaeyjum, það var að sjá allar björgunaraðgerðir fyrst sinn og seinna meir að varðveita það sem að hér var, sjá til þess að það skemmdist ekki meira. Síðan var það að sjá hreinsunna og seinna fer starf hans yfir í það að græða hér upp. Ég dáist alltaf að þessu fólki sem maður kynntist þarna. Sko að koma til dæmis inn í sumarbústað fyrir austan fjall, að heimsækja fjölskyldu þar sem eru hópur barna á öllum aldri sem býr í sumarbústað sem er á kafi í snjó. Það þarf að fá lánuð föt og brýnustu nauðsynjar vegna þess að það varð allt eftir í eyjum og þar er húsið undir hrauni. Koma til þessa fólks og mæta þar ekki voli og víli, heldur bjartsýni og lífsgleði eins og þessum Vestmannaeyingum er einum lagið og talsvert svona baráttugleði. Við ætlum að fara heim. Margir héldu að þeir kæmu strax aftur og húsdýr og gæludýr voru skilin eftir á flóttanum. Það sögðu björgunarmenn sorglega sjón þegar heimiliskettir og önnur dýr urðu gosinu að bráð. Baráttan við náttúruöflin var hörð og margir horfðu á hús sín fara undir hraunið eins og litla eldspýtustokka án þess að fá nokkuð að gert. Bílstjórar og aðrir sem stóðu í flutningum tóku langar vaktir og lögreglulið fylgdist nákvæmlega með því að þeir yrðu ekki eldfjallagasi að bráð. En svo þegar var virkilega að fara að sprauta á hraunið, þá var komu tarnir, alveg rosa tarnir. Það voru ekki það margir bílar sem voru í þessu. Ég var einn þarna megin, austur á bryggju. Og eins og ég segja, þetta kom upp í 10 sólarhringa tarnir. Maður var náttúrulega dottaði alltaf í bílnum, en lítill friður að sofa því að lögga var nú alltaf að banka. Ég held að það var í gas. Janúar og febrúar liðu í stöðugri styrjöld við glóandi hraunstreymi og öskufall. Fljótlega myndaðist nýtt fjall norðan megin Helgafells sem síðar hlaut nafnið Eldfell. Hraunbrúnin hækkaði, var orðin alltaf 40 metra há. Hún ógnaði bænum meir með hverjum deginum sem leið. Bandarískir sprengjusérfræðingar komu á staðinn og rætt var að sprengja hraunfljótinu aðra leið. Fljótlega var fallið frá því. Síðla í febrúar hrundi vesturhlið Eldfellsins. Mikil gjóskualda rann í átt að bænum en stöðvaðist á varnargarði. Þann 21. mars var eldmessan í Landakirkju. 170 menn voru viðstaddir og prestur var séra Þorsteinn Lúther Jónsson. Menn héldu á kertaljósum og báðu fyrir Heimaey. Þessa nótt kom stórt framhlaup og 70 hús fóru undir hraun. Var einhvern tímann að þér að eyjan væri að leggjast í eyði og þið ættuð ekki afturkvæmt? Nei, það gerði það nú reyndar aldrei. Og ég var nú alltaf með það í huga að eftir á þá yrði maður þó að geta hugsað til þess að hafa gert það sem við gátum. Þó að það færi þannig. Og ég man eftir því á flakkaranum sem er nú hérna rétt hjá okkur. Brot sem brotnaði úr fjallinu og fór hérna, synti hérna norður að innsiglingunni. Ég fór einu sinni upp á þetta fjall með forsetanum sem kom nú oftar en einu sinni, honum Kristján Eldjárn. Og honum fannst þetta nú vera voðalega eyðilegging og hraunið, jú, það ætti átt til bæjarins og hafnarinnar og svona. Svo hann segir svona við mig að hvort þetta sé nú ekki vonlust, hvort það þýðir nokkuð að þessu. Og þá sagði ég honum það að það hefði nú allir vitað það að þegar Þjóðverjar réðust á Noreg,
að þá myndu þeir ekki geta staðið á móti í Normenn. En þeir hefði nú eiga síður gert það og fórnað mörgum mannslífum og mörgum verðmætum og ég hefði enga Normann hitt ennþá og ekki hirt neitt Normann sem ekki væri feginn að þessi baráttu var háð, þó hún væri vonlaus. Allt var reynt til þess að bjarga húsum, sjálfboðaliðar og þjálfaðar björgunarsveitir undir röggsamri stjórn Sveins heitins Eiríkssonar, eða Pattons eins og hann var kallaður, mokuðu gjall af þökum svo þau féllu ekki saman og hreinsuðu reykháfa sem stóðu upp úr öskunni. Varnarliðið vann mikið og ómetanlegt hjálparstarf á þessum tíma. Flakkarinn var farinn af stað, en það var hluti úr eldfellinu sem flaut ofan á hraunbreiðinu og stefndi í átt að innsiglingunni. Höfnin var í hættu. Prófessor Þorbjörn Sigurgeirsson, sem nú er látinn, hafði gert tilraunir með hraunkælingu í Surtseyjargosinu nokkrum árum áður og lagði nú hart að stjórnvöldum að kosta slíkar aðgerðir í Heimaey. Hann var mjög nákvæmur, en svo slappaði hann af og hann kom jafn fram við hann og líkaði vel að menn töluðu íslensku bara. Og ekkert að kljúpa fyrir honum í neinum eða neinum. Og allir þessir fyrirmyndavísindamenn sem ég bara gefi til að vinna með, Leo Kristjánsson og Bragi Árnason og allir þessi kallar hérna í háskólanum, að þetta voru allt menn sem vildu hlusta á mann. Komdu bara að segðu hvernig er stýra þetta eða hitt. Það er ekkert, við vitum ekkert meira við mati, en það er staðreynd. Leyfið fékkst þrátt fyrir að fáir hefðu trú á kælingunni til að byrja með. Í fyrstu var sjó dælt frá Sandeyni og lóðsinum, en síðar fékkst samþykki ríkisstjórnar Ólafs Jóhannessonar fyrir dælum frá bandarískum kjarnorkuverum. Kæling hefst ekki fyrir 10. febrúar. Menn trúðu jo lítið á þetta flestir hverjir. Það var helst Þorbjörn Sigurgeirsson sem barðist fyrir þessu í byrjuninni. En þá var svo mikið að gera í gosinu að bjarga búslóðum, bílum og tækjum úr húsum. En þegar að hraunið kom í innsiglinguna í byrjun febrúar, að þá var ákveðið í Eyjum að Kristinn slökkviliðsstjóri skyldi dæla á hraunið. Það sem náðist til þess og þá myndaðist vik inn í hraun þar sem dælingin kom á það og það gerist alls það sem dælt var á og þá var byrjað á því að setja upp dælikerfi á varnargörðunum sem lágu með fram innsiglingunni. Þetta var til þess að hraunjaðarinn hækkaði mjög mikið og menn sá að þetta myndi nú kannski komið veg fyrir að hrauna ætti yfir í bæinn strax. Að vísu höfðu menn miklar áhyggjur þá af innsiglingunni því þar var engu við komið. Þetta var, má segja þannig, að þetta var kallað að pissa á hraunið, fyrsta mánuðinn. Svo gerist það aðfaranótt 7. mars að hrauntaumur rennur að Hafnargarðinum og það var búist við að hann færi yfir Hafnargarðin og myndi taka í sundur vatnsleiðsluna einu sem eftir var. Og þá áttu þeim 4 dælur og settu þeim upp á garðinn og þegar hraunið kom í færi þá var byrjað að dæla á hraunið og sett dæla í lóðsinn og hann dælt á hraunkanti þar og Sandeyni sem þá var komin, henni var rennt upp í hraunið og dælt á þennan kant. Eftir það má segja að hraunjaðarinn hafi alls ekki hreyfst og eftir þennan sólarhring var aldrei að tala um að pissa á hraunið. Það var miklu virðulegra orð notað, hraunkæling. Ég held að í raun hefði helmingur bæjarins farið undir hraun ef ekki hefði verið hraunkæling, í staðinn fyrir það var 1/4 bæjarins. Við innsiglinguna það veit ég ekki, en þar var kælt mjög mikið og örugglega hefur hún ekki þrengst eftir að byrja að vera að kæla þann kant og sú nauðsyn sem var að stöðva flakkarann, það heppnaðist. Hann fór ekki út úr hraunjaðrinum og opnaði ekki fyrir allan stóra geimi sem var á baku þann að hrauni sem hefði örugglega stíplað og stoppað innsiglinguna. Í þetta stórvirki fóru 5 til 6 milljónir tonna af sjó og töluverðir fjármunir. Bunustokksliðið var hópur manna sem vann að kælingu hraunsins. Við bunuðum. Þetta var nú bara hraunkæling sem er fræg af efndimum. Sumir vilja nú meina að þetta hafi ekkert haft að segja en ég var á annarri skoðun. Það var alveg greinilegt að þetta hafði helling að segja. Mér var sagt að þið hafi farið upp á hraunið á sumum stöðum. Já, því að það var náttúrulega ekkert farið fyrir svona nokkurn veginn var hægt að renna og það var svo fljótt að koma skel á fljótandi hraun og það var hægt að setja ýtu út á þetta eftir bara nokkra daga og ýtan dró leiðsluna, við bara gengum frá henni og settum undir hana
járnröð sem hún brinni ekki. Það er svo leiðslan var úr plasti. Voruð þið stundum hætt komnir? Ekki man ég eftir því, nei. Hann er alltaf hógvær því að það er ekki spurning að hérna hefði allt saman farið til fjandans ef þeir hefði ekki staðið sig svona vel í þessir bönustokksmenn. Og náttúrulega er nummer 1, 2 og 3 að þeir skildu bera gæfu til að ákveða það á sínum tíma, prófessor Þorbjörn og Magnús Magnússon, að fara í það að redda höfnin. Þú kallar þetta dauðasveitirnar hérna á. Já. Af hverju? Af því þetta var algjört brjálæði einhvern veginn sem það kviknaði í ítunni og ja, þeir bara einhvern veginn. Sprungan sem hafði opnast á Heimaey var rúmur 1,5 kílómetri á lengd og lá frá suð-suðvestri til norð-norðausturs. Hraunið hafði flætt í sjó fram austan Helgafells og yfir Austurbæinn þar sem 225 hús fóru undir hraun og eru þau nú á alltaf 40 metra dýpi. Eldfellið Nýja hlóðst upp í sprungumiðju og flakkarinn fór til norðurs og strandaði á kældu hrauni aðeins nokkra metra frá innsiglingunni. Helgafell er 173 metrar á hæð og náði eldfellið tíma sömu hæð en er nú ögn lægra. Eftir gos hafði eyjan stækkað rúma 2 ferkílómetra og höfnin var mun betri en áður. Innsiglingin er mikið betri og hún er það mikið stílt að sjómenn tala það núna að það sé eins og komin í hús að koma í höfnina. Aðeins örfáum klukkustundum eftir að gos hófst var Ari Trausti Guðmundsson, jarðeðlisfræðingur, þá ungur háskólanemi, staddur við eldstöðvarnar ásamt Sigurði heitnum Þórarinssyni jarðfræðingi. Hann hafði með sér hljóðupptökutæki þar sem heyra mátti fyrstu viðbrögð þeirra félaga við því sem blasti við. En það er gís úr sjónum eða er þetta bara, já, það er bara að gjósa það líka. Ef að vindátt snýst og þetta fellir yfir bæinn þá er andskotin laus. Gosið er hér rétt hjá, 250 metrar, 200 metrar í það. Það er geysifagurt að sjá. Ég held að það sé allir til að gasbrunni í bænum. Það gæti verið Þetta er sko rúmlega 30 km breitt eldstöðvakerfi og aðalvirknin er svona í kringum Heimaey þar sem eyjarnar eru þéttastar, flestar. Og í sjálfu sér þá hefði þessi sprunga geta opnast hvar sem er, skorið bæinn hvar sem er, verið öðru hvoru megin við Heimaey. Það er sem sagt engin regla til það hvar svona sprungur opnast í þessum eldstöðvakerfum, það er sem sagt hvar sem er. Sko eldstöðvakerfið í Vestmannaeyjum það er að byggja sig upp og það getur gosið þar títt, þar að segja með nokkra áratuga eða aldamillibili, en svo geta komið hlýja upp á þúsundir ára eins og hafði orðið þarna. Og það er á engar máta hægt að slá neinu föstu Vestmannaeyjar annað en það að þessi eldstöð hún er í örum vexti, hún er að stækka, hún er ung og þar á eftir að gjósa mörgum sinnum en það er útilokað að segja með hver löngum millibili. Gæti rétt eins þess vegna gerst í nótt? Já, í nótt og næstu nótt og alla daga héðan í frá, hvaða dag sem er, enda fylgjast eldfjallafræðingar með þessu svæði, einmitt til þess að geta sagt fyrir það með einhverju vonandi vissu hvenær slíkt gerist. 1. mars 1973 fylltust menn von og bjartsýni. Svo lá gosfílan yfir, þessi megna brennisteinslykt. Þegar það var suðaustanátt þá lagðist þessi fíla yfir bæinn og þannig að þegar að Gúanói fór í gang, þegar loðnubræðslan byrjaði þarna, það var góð lykt, mikið var það góð lykt. Það var líka lykt sem boðaði að það var líf, það var hjólin, atvinnu lífsins voru farin að snúast. En þar kom að þessum hörmungu lauk og eyjaskeggjar gátu snúið aftur til þess að endurreisa byggð sína. 3/4 íbúanna snéru aftur og Hlöðver Jónsson lýsti gosinu formlega lokið rúmum 5 mánuðum eftir að hamfarirnar hófust. Ég ætlaði að gera 2009 því að ég ætlaði að gefa konu minni því afmælisgjöf. Því þá var ég búinn að sjá það að ég tristi mér að fara niður í gíginn og það var búið þarna. En þá var bara ég, þá vantaði einhvern prófessor til að skrifa undir skýrsluna með mér og ég var að bíða til 3. júlí, þá kom Þorbjörn vinurinn og við bunuðum niður og síðan var ég gefin út þessi yfirlýsing að gosið væri búið. Allavega í bili, sagði Þorbjörn til að vera viss. Já, það var náttúrulega beðið fólksins voðalega mikið hringgerning, húsum sínum og lóðum, nú viðgerðir á húsunum og annað því líkt. Nú koma börnunum í skóla og
og svona. Það var erfitt en allir voru sammála um það að reyna. Í miðju gosi lét einn maður lífið. Hann lést af völdum gaseitrunar í kjallara apóteksins og er talið að hann hafi verið að leita að lyfjum þar. Skemmdirnar komu í ljós. 225 hús fóru undir hraun. 130 hús eyðilögðust á kafi í gjósku og vikri. Af 1400 fasteignum urðu yfir 400 hrauni, gjósku og vikri að bráð og margir mistu mikið. Það mistu allir mikið, það græti enginn á þessu gosi og allir hefði viljað vera án þess. Það var mikið sem tapaðist. Það var mikið. Hvað var það? Já, bara innanstokksmunir og svona. Skemmtist. Það var híft niður í fiskibáta og kom mikið brotið. En þetta var allt þetta beita. Húsið þitt fór alveg undir ösku? Já, það var grafið upp aftur. Og við mistum nýtt hús. Við vorum búin að búa í rúmt ár í húsinu. Allir urðu fyrir ykkur í tjóni en við vorum ung og hraust. Húsið, jú, hann fór alveg í bólakaf. Það var tveggja hæða hús og það var sem sagt dýpst það sem var niður í bílskúrstinginu. Það voru í Maldi, það voru 9 metrar. Amma misti og þau allt sitt og sína, já, sitt lífsviðurværi. Það fór allt það sem að þau höfðu byggt upp og þeirra bú. Þau voru með kýr og kindur. Það var að farga því öllu. En bjartsýni einkenndi Eyjaskeggja eins og svo oft áður. Hreinsanir og uppgræðsla hófust þegar í stað. Ó gamla gatan mín, ég glaður vitja þín og horfnar stundir heilsa mér. Hér gekk ég gullin spor, mín góðu bernsku vor, sem liðu burt í leik hjá þér. Í sól og sumar... Það var margt í þessum náttúruhamförum sem Eyjaskeggjar sögðu að ætti sér engar skýringar, svo sem gömul hús sem báru svo sannarlega nöfn með rentu eftir gos. Þetta er Blátindur, aðeins Blátindur húsins stendur upp úr hrauninu. Eins þótti mönnum sérstætt að hraunið nam staðar við hús sem hét Jaðar og þar er nú hraunjaðarinn. Hraunið tók einnig hornið af húsi sem hét Horn og Grafarholt grófst hált í hrauni. Kirkjubæirnir fóru allir undir hraun, en þó tókst að bjarga leggsteini af gröf Jóns Píslarvots og stendur steinninn nú beint yfir kirkjubæjunum sem eru 40 metrum þar undir. Þá segja flestir sem komu við sögu í þessum náttúruhamförum að æðri máttarvöld hafi vakað yfir Eyjamönnum nóttina örlagaríku, þar sem vindáttin hafi verið mjög hagstæð og vegna óveðursdaginn áður allur bátaflotinn inni eins og tilbúinn til þess að flytja fólk á brott. Gömul munnmælasaga komst í hámæli á þessum tíma. Hún er á þá leið að ef byggð nær vestur fyrir Hástein, ef gamla vatnsbólið Vilpan þornar upp og biskupssonur verður prestur Eyjabúa, þá munu gerast hræðilegir atburðir. Þetta stóðst allt og biskupssonur var prestur í Vestmannaeyjum á gostímanum. Jú, ég mætti þessari sögu oft og mæti henni enn. Hún er mjög lífseig. Ég hlýt að vera ákaflega magnaður maður. Er þetta kannski þér að kenna? Já, það verður hver og einn að dæma það fyrir sig. Ég heyrði hins vegar stundum sagt það var að fólk gæti ekki lítið með réttu auga út af þessu. Það eru harðgerir Eyjaskeggjar sem búa svo nánum samvistum við náttúruöflin í Eyjum. Húsin risu úr öskunni. Menn lærðu að nýta sér varmann frá eldstöðinni til húshitunar, baka rúgbrauð í hrauninu og lengi framan á voru fjölmennar grillveislur í volgu hrauninu. Fyrir 20 árum buðu Eyjamenn náttúrunni byrgin og gera enn. Já, við gerðum það. Við gerðum það. Þetta er í huga að flytja upp á land og koma ekki aftur? Nei, ég var einn af þeim sem eignaðist ekkert húsnæði upp á landi. Hvarflaði það einhvern tímann að þér Svavar að flytja upp á land? Það hlýtur að vera hundleiðinlegt. Hvers vegna komstu aftur? Já, það var það sem togaði. Húsið var óskemmt. Við vorum það langt frá gossvæðinu. Já, og við nóg að gera hérna bara og nú þetta var okkar heimabyggð. Það kom aldrei til greina og það held ég að hafi þakki ömmu minni gömlu sem er
nú hér elsti borgari bæjarins er að verða 105 ára, hún sagði við förum út í eyjar og byggjum eyjarnar upp og stuðlum að því ef að það verður hægt að komast heim. Hvers vegna? Já, hún vildi bara, hún var eyjakona og við erum eyjakonur. Mér bauðst mjög góð að vinna þarna på landi, ég fór ekki hérna. Hvers vegna? Já, ég held að eyjarnar tói alltaf heima. Já, alltaf maður er fæddur upp alveg hérna, það er ekki það. Ég veit það ekki, það var bara mikil atvinna hérna, og það er svona líka. Og svo átti maður hérna föður og móður og systkini og svona, það er. Já, ég var búinn að prófa einu svona flytja til Reykjavíkur og var þar í 1 ár og leiddist mikið og fór heim aftur. Það er nú einhvern veginn svo að Vestmanningar sem eru fæddir hér uppaldir, það er eitthvað mikið sterk ítök í manni eyjarnar og hér á maður djúpar og sterkar rætur. Og það stóð aldrei til að fara hérna á þessum tíma og já, það bara kom einhvern veginn ekki annað til greina. Ég held að hún voru Vestbóðanum að þakka. Þau vildi alls koma aftur. Það voru helst svona fullorðið fólk sem var annarkvort barnlaust eða með uppkominn börn sem ekki komið. Við höfum stiklað á stóru og í kvöld er vert að minnast þeirra sem lögðu hér hönd á plóg fyrir 20 árum. Á þessu má sjá það sem oft hefur sannast að hamfarir og styrjaldir þarf oft til þess að þjóðir sameinist í eina sál.